Komið sæl og velkomin í þennan samantektar þátt úr íþróttabænum Akureyri. Í þeim þáttum þá heimsæki ég fjölskyldur sem eru á fullu í íþróttum og svo fæ ég nefnilega líka að prófa alls konar spennandi íþróttir sem eru í boði í bænum. Það er aldeilis margt og ég til dæmis prófaði hnefaleika, íshokkí, tennis og rafíþróttir og ég ætla að sýna ykkur í þessum þætti hvernig það gekk. Jæja, ég er mætt hérna í Laugagötu, hnefaleikadeild Þórs á hérna glæsilega aðstöðu og ég er mætt hérna til að prófa hnefaleika og ég ætla að berja. Nei, þú ekki að berja neitt sko. Ekki? Nei. En snúst ekki hnefaleikar að berja fólk? Nei, hnefaleikar er listin að slá á þess að vera slegin. Það er allt annað en að berjast. En á maður ekki samt að ná andstæðingnum niður í gólfið? Ekkert frekar, það er ekki sérstakt markmið. Mjög erfitt líka. Að róta einhvern? Já, það er mjög erfitt. En hvað snúast þá hnefaleikar? Að slá, án þess að vera slegin. Þannig að það er varnarelementi sem að fólk gleymir alltaf. Ef það er viðvaningar þá áttar sig ekki alltaf á þessu. Ef þetta er það sem að, þú getur ekki verið að æfa árum saman bara að vera að slá. Þá getur þú bara verið heima í bílskúr að slá í sekk og verið bara heimsmeistari á morgun. Já, ég skil. Ég er sérst ekki að fara að fá að berjast um neitt núna. Nei. Ok. Hvað er ég þá að fara að gera? Við erum bara að læra undirstöðuatriðin. Má ég þá berja hvernig í næstu viku? Ég veit það ekki. En kannski við fengir að taka svona létta æfingu með félaga, en þú samt ekki að fara að lemja neitt. Ok þá, ég skal vera þæg. Hvað, kenndi mér þetta? Já. Læra stöðuna, grunnstöðuna. Þú ætlar að hafa axlabreidd hérna á milli fótanna, tærnar snúa beint fram. Svo ætlar að stíga fram með vinstri fætinum og snerta gólfið með tánni, táberginu hérst. Hérna, svo snýrðu á hælinum 45 gráður svona út og svo hoppar upp þrisvarsinnum. Finna að þetta er þægileg stað, svo ætlar að taka hendurnar hérna, setja litlu fingurnar hérna saman, svo ætlar að setja olnbogann hérna framan á líkamann. Hérna, hendurnar snerta andlitið, grunnstaðan, haka niðri. Hérna, þú ætlar alltaf að geta snerta á andlitið með höndunum. Það er bara hérna, sittur í fjarlægð og alltaf smá svona dúandi í hnjánum. Fyrst sem við ætlum þá að læra núna er að hvernig þú átt að stíga og hreyfa þig. Vinstri fótinn fram og svo hægri fótinn að. Og svo aftur og bak þá er hægri fótinn, vinstri fótinn. Hægri, vinstri og aftur, hægri, vinstri. Ok, flott. Og svo til hliðana og fyrir til hægri, þá er hægri fótinn fyrst og vinstri fótinn svo. Þetta er bara eins og að dansa. Þetta er mjög mikið eins og að dansa. Fram, hægri og aftur, vinstri, hægri, fram, vinstri og aftur. Flott. Þetta er fótbrunn. Þú ætlar að snúa vinstri hælinn svona. Þunginn er í hægri fætinum allan tíman. Þú ætlar að taka þyngdarflutning yfir á vinstri fótinn, en nú færum við þungan og snúum hægri hælinum út og passa að vera á táberginu en ekki tánni. Þetta er samt alveg ágætis skór. Er það? Já. Já, ok. Hún gleymum við þessu í bili. Nú ætlum við að einbeita okkur aðeins af höndunum sjálfum. Já. Þú ætlar að rétta úr höndinni, snúa og passa að olnboginn sé alltaf aðeins ofar en hnefinn. Það er svona pínu niður svona. Hugsaðu þessu þetta skrúa, þetta er svona skrúfuhreyfing. Og blöndum við þessu saman við fótarhreyfingarnar síðan áðan. Þá skulum við prófa að setja það í hanska. Ok. Kannski vefja á þér hendurnar samt til öryggis. Nú ætlum við að vefja á höndina vegna þess að mannshöndin er ekki gerð til þess að slá með. Mikilvægasti punktur er að það er úliðurinn og svo hérna beinin hérna niður þau til að bogna og brotna og það er kallað boxarabrot. Ok. Nú ertu tilbúin að koma í hanska. Já. Svo ítur á móti. Þessi sekkur hérna, fyrsta sem þú færð að kýla í, þú vil byrja að æfa hérna hjá okkur og hann er bara einhvern veginn að trufla þig. Það snýst ekki að gera hratt eða fast eða einu sinni að reyna að hitta of mikið heldur að ekki hætta. Í Mexíkó kallaði þetta pera loka eða klikkaða peran. Ég ætla að setja tíma hérna á klukkuna. Já.
og þú mátt ekki stoppa Yes, áskorun. eða fippast. Ég má ekki fippast. Ok. Við tökum eina lotu. Nefaleika lotur eru 3 mínútur. 2 og gjörðu svo vel. Hendur upp, höfður niður. Er þetta ekki búið? Nei, þú ert ekki einu sinni búið með 1 mínútu. Ég er á sveitt. Gera vel, ekki hratt. Ég er farin að sjá tvöfald. Þú ert alveg harðstjóri. Já, þú er 1 mínútu eftir, komdu með fleiri hægri núna. Það eru hælarnir útmastu, fleiri höggi. Hérna? Og stopp. Þannig var það. Þú getur rétt ímyndaði hvað er erfitt að berja einhvern eins og þú segir. Já. Þegar það er bara mjög erfitt þegar þú stendur kjurr að slá í 3 mínútur. Ok, ég viðurkenni það. Þetta var alveg svolítið erfitt. Ok. Og maður þarf sem sagt að æfa sig aðeins áður en maður fer að fá að slóst í. Þú veist, þetta er ekki svona slóst. Þið eru ekki að slást í raun og veru, sko. Nei, þetta er list. Þetta er list. Fegursta list sem ég þekki. Stóð sér bara alveg frekar vel. Ég myndi segja hún sér bara frekar efnileg. Ég myndi alveg vilja sjá hana bara á æfingu hérna fljótlega. Ég mæti sko. Þetta er eiginlega mesta æfing sem ég hef ekki svitnað svona mikið á 1,5 mínútu, held ég lengi bara. Þá komum við að áskorun dagsins. Það er íshokkí. Ég var að reyna að skora hjá hinum alræmda markverði SA Víkinga, honum Jakobi. Hann er víst virkilega góður en ætli ég sé ekki betri. Ég hef reyndar ekki skautað síðan fyrir árið 2000 þegar þessi skautahöll opnaði en ég held ég hafi engu gleymt. Ég gefst allavega ekki upp. Þá fæ ég loksins að prófa íshokkí. Þetta er reyndar svona smá draumur sem hefur blundað í mér frá að ég var lítil, sko. Mér langaði einu svona alltaf, mér fannst svo ótrúlega töff fólk sem var í íshokkí. Og það er aldrei of seint. Hanskar. Fékk reyndar ekki meiri græjur en þú veist, ég er náttúrulega bara svo hörð af mér að það skiptir engu. Kylfa. Já. Að nota hana til þess að styðja mig við. Nei, tjók. Hvað eru svona undirstu atriðin? Regla fyrst og fremst bara beðið í njánum. Já. Og þetta er með báðar hendur á kylfu. Held ég á henni svona? Já, þú heldur henni svona. Þessi hendi þarf að vera kannski aðeins lengra niður og hún því niðan sem hendi kennst þú bara beygir þig lengra. Ok. Og bara því niðan sem þú ert því betra. Bara eins og langt ég get? Bara. Kannski ekki alveg en eins og þegar þú ert að skauta, sérstaklega í hokkí, bara ef þú ert boginn í fótunum þá er bara meiri sprengikraftur og kemst hraðar og meira afl líka þegar þú skýtur. Því meiri þungi sem fer á kylfuna, þá skýtur þú fast af. Ok. Drippla það er þegar maður svona skiptir á milli? Já. Já. Og bara hafa hendurnar niðar og þá eru minni stjórn á fengunum. Já, já, já. Það er eitt vandamál, mér finnst markið of lítið. Ég veit ekki alveg hvað ég er að gera, sko. Ok, og svo svona aftur og... Já. Það er alveg getað leyft mér að skora svona í fyrsta skipti, sko. Þessi fyrir nær. Svo... Hérna, ég held að þetta líka kannski aðeins að kenna mér að skauta. Og þú bara ferð svona. Ég veit bara hvað þú vil. Hvað er það? Er þetta ekki bara pínu eins og... Stendur bara upp aftur. Ok. Betra? Frekar smúð, eða? Ok, heyrðu. Og nú sýnir þú mér aðeins hvernig þú myndir, þú veist, fara og skora. Nú er bara spurning að, þú veist, fylgjast vel með. Ég myndi segja, ég væri svipað góð og hún. Grín. En
Ég ætla aðeins að sjá hvernig hún ber sig að allavega. Leyfður henni að skora það? Ok, heyrðu, ég ætla að prófa bara. Ok. Ok, ég gleymd honum. Ok, time out. Gerum þetta aftur. Þetta var grín. Ég get... Ég ekki að fara fyrir þetta text, sko. Nei! Nei! Leyfðirðu mér að skora? Nei. Ég fer bráðum að sjá tvöfalt. Þetta alveg æfing, sko. Ég bara, þú veist, já, ég örugglega að fara með strengja morgun, sko. En ég skoraði. Sakkar. Mjög vel bara. Fyrir fyrsta skipti. Ekki fyrsta skipti? Jú, klálega. Velkomin í Káa-heimilið. Hérna ætla ég að prófa tennis. Hann Guðmundur Haukur, hann formaður spaðadeildar Káa, er ekki rétt hjá mér? Hann ætlar aðeins að kenna mér handtökin og segja mér pínlítið spaðadeild Káa, tennis og badminton, eða ekki? Jú, tennis hafði nú svona ekki verið mikið stundaður hér, en nema bara fyrir áratugum síðan. Þannig við ákváðum svona að reyna, fyrst við vorum komin í þennan fína klúbb, að reyna að virkja þetta aftur. Tennisin þar að segja. Badminton hefur alltaf lifað þokkalega góðu lífi á Akureyri. Það eru mjög margir sem kunna tennis, en þetta er náttúrulega eins og með annað að ef það er ekki aðstæður þá náttúrulega stundar fólk ekki íþróttina. En það eru býsna margir sem hafa fólk sem hefur búið erlendis og fólk sem fer í sumarfrí og kannski tennisvellir við hótelin og annað. Og við finnum það að gestir sem koma til Akureyrar, þeir leita mikið hingað og spurja tennis. Það er frítt að æfa hjá okkur. Við höfum ekki verið að rukka æfingu. Það kostar bara ekkert að æfa tennis né badminton, eða? Jú, badminton kostar 15.000 krónur á ári. Ég byrjaði mjög seint. Ég var þokkalega fullorðinn þegar ég byrjaði þessu, en ég kynntist þessu í Bretlandi og byrjaði að spila þar. En erum býsna fljóttir að pikka þetta upp, til að geta spilað íþróttina. Þetta væri þá kannski hentu íþrótt fyrir svona fólk sem eru fullorðið og langar að hreyfa sig? Já, sko, það er nefnilega djúptíð með margar þessar greinar að þetta spila maður bara frá vöggu til grafar, sko. Það er bara ekkert mál. Menn bara finna sinn takt og við sjáum þetta mikið í badmintonu til dæmis. Mikið af fullorðnu fólki sem stundar badmintonu því að menn ná bara sínum takti. Heyrðu, ég held að, viltu ekki bara byrja að reyna að kenna mér þetta? Við höldum á svona eins og hamri. Ég hef lagt áherslu á það við krakkana að halda með báðum höndum þegar þeir eru eins og að taka bakgrunn. Og reglurnar í tennis eru náttúrulega svolítið skrítnar stundum því að það er talið sko 15, 30, 40 og svo stig. Og það er að vinna 6 svoleiðis stig og svo 3 lotur af svona 6 stigum í stórum mótunum. Þannig að þetta er svona pínuspindu trikki, en við erum ekkert að eldast við þetta þegar við kannski með svona krakkana. Nei, ég skildi ekkert. Þá erum við náttúrulega að telja bara 1, 2, 3 og svona, svo hægt og rólega læra krakkarna þetta sko. Já, í rauninni bara beint upp og beint niður. Já, svona aðeins fyrir fram að Já. Og þú veist og svo kemur spaðinn. Já, ég þarf að hitta hann akkurat Já, þú veit náttúrulega að hitta hann sem hæst. Já, þannig að hann fari niður. Já, ekki verið að slá hann sko. Akkurat. Þannig að þú vilt fá sko þessi Já, þetta er greið. Stíga hans. Prófum þetta bara. Nei, hann fór alltaf langt. Ok. Gott! Sko? Eigum við ekki bara að reyna að spila eitthvað? Já. Er einhverjar svona aðra reglur sem ég þarf að vita? Skiptir máli hvert ég skýt honum eftir að vera byrjuð? Nei, þá ertu náttúrulega bara að reyna að hitta þar sem ég er ekki. Og hann má boppa einu sinni, eða ekki? Hann má boppa einu sinni. Já, ok, prófum þetta bara. Úps.
Stig fyrir þig. Þú ert bara náttúru talent í tennis. Finnst þið? Æ, takk. Sko? Á. Nei. Þetta Er ég bara að rústa þér eða? Já. Vandræðaleg. 30-0. Æ! Fann að reyna á sig. Já. Æ, ég er alltaf sterk. Djók. Sko? Þetta er enda mjög skemmtilegt, sko. Ó, Sko? hvernig gerir maður hérna? Nei, þetta var ræðilega hallarslegt. Klipptu þetta út. Og nú boppaði hann tvisvar og nú er þú komið stig. Er ég komið stig? Já. Yes! Það var 1-0 fyrir þig. Og þá var ég að gefa upp. Ok, þá komið að þér. Ok, nú skil ég þetta, held ég. Þá myndi ég náttúrulega að gefa upp svona þegar þú verður orðin svo góð. Þú ert orðin svo góð þannig að vinna mig. Já, en nú ætlar þú að fara að taka á því. Þetta þýtti ekki neitt. Ok, hann ætlar sko ekki að tapa fyrir mér, það er greinilegt. Næsta stig vinnur. Úrslitastigið. Úrslitastig. Svo kallað Championship Point. Wow. Heyrðu góði? Já, ok, alltaf leið. Nú er ég alveg stressuð, nú er þetta komið. Dramatík maður. Endaði bara á hérna. Nei. 40. Þannig Ég að ekki bara að nota fyrripartinn. Þannig að ég fæ stig núna, þá fæ ég 1. Já, þá ertu komið með þetta. Æ. Ó! Þú gafst mér þennan. Hann er vann að leiða mér að vinna, þetta er neyðarlegt sko. 40-15. Já. Já! Hvað er þetta inn á? Stig fyrir mig. Ertu búinn að vinna? Já. Mjög vel sem að vera að spila þetta í fyrst skipti. Ná alls konar höggum, ná að skila boltanum yfir, ná spili, ná uppgjónum. Frábært, algjörlega. Jæja, þá er það áskorun dagsins. Rafíþróttadeild Þórs er staðsett hérna undir stúkunni í Hamri hjá Þórsheimilinu. Og ég ætla að hitta Sævar og Garðar. Þeir eru hérna í rafíþróttadeildinni og ég ætla að fá að keppa í einhverjum tölvuleik sem ég veit ekki hvað heitir og ég hef aldrei prófað áður við hann Sævar og við ætlum líka aðeins að fá að fræðast það hvað eru rafíþróttir. Komið með. Þetta er yfirleitt svona liðasport, 2 eða 5 saman liði og liðsheildin skiptir rosalega miklu máli. Ég líki svo oft við eins og skák, svona hugaleikfimi, en þú þarf að vera með rosalega góð samskipti við liðsfélagina, góða liðsímynd og þannig. Þannig að það er svona helst það sem við vinnum að og svo náttúrulega bara keppa oft við aðra einstaklingar sem eru að fá og æfa sig. Í hverju ætlum við að keppa? Rocket League. Hvað er það? Hvað snýst þetta? Þetta er bara fótbolti, bílafótbolti. Hvað er þetta? Erum við að spila upp í mörk? Erum við að spila á tíma? Þetta er tími, 5 minúta leikir. Og bara sá sem getur skorað fleiri mörk frá þeim tíma? Já, bara vinnur sem skora meira, það er svona fólki. Ok, og ertu tilbúin? Ég er tilbúin. Ég veit ekki hvað ég að gera. Jú, heyrðu, þannig að gerast eitthvað. Á ég nota þetta til að keyra áfram? Já. Hann var ekkert að segja mig það, sko. Ég sagði þér á það. Ok. Heyrðu. Sorry. Nei. Þarna, nú er ég með þetta, sko. Nei. Jú. Oh my god, ég skoraði! Vá, ég vissi ekki að þetta verið hægt. Ok.
Vá, þið lítur alveg illa núna. Ok, við byrjum við. Nei, heyrðu. Æ, heyrðu góði. Sorry. Æ, nei. Nú fer þetta. Ég skil ekki alveg þetta með að fljúga. Hvers konar bíll flýgur? Ítti bara á, sé? Já. Það er svo að byrja. Ítta á. Ok. Svo það haldi inn í bústinu. Þetta er svo stressandi íþrótt. Þetta er miklu verra en fótbolti. Skoraði ég? Já. Nei, heyrðu. Nei! Æi. Og þú veist... Æi. Þetta er ekki eins og spennandi, sko. Ég veit ekki hvort að, já, ég held að ég geti einhvern tímann orðið góð í þessu, eða? Er það ekki? Nei. Gaf það bannið þetta? Þú veit ekki. Já, ok, þetta endaði ekki vel fyrir mig. Jó. Spreng. Og ég tapaði. Verð að viðurkenna það, ég tapaði. Ég kann ekki neitt rosalega vel á tölvur. Ég myndi kannski vinna í Tetris. Já, ég nefndi aldrei að spila hana. Það var góðum síðan það spila. Já, það er ekki að sprengja neitt þar. Heyrðu, ok, en takk fyrir leikinn. Takk fyrir. Þetta var drengilegt, nema í lokin. Takk fyrir áhorfið. Ég stóð með svona þokkalega í ýmsu, en þetta er allavega búið að vera mjög skemmtilegt og ástæðan fyrir að við fórum svolítið út í þessa þætti er einmitt að mér langaði til þess að sýna fólki að íþróttir er ekki bara fyrir börn eða afreksíþróttafólk. Við þurfum öll að hreyfa okkur, við þurfum öll að stunda íþróttir, við þurfum öll að finna okkur eitthvað við okkar hæfi. Mér langar að minna á það að það er hægt að horfa á alla þættina sem við höfum gert af íþróttabænum inn á N4 Sjónvarp Facebook-síðunni, N4.is heimasíðunni og svo N4 safninu hjá Sjónvarpi Símans. Takk fyrir í kvöld.